Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Við erum hérna fyrir utan Laugaborg í Eyjafjarðarsveit og hér í gangi æfing hjá Karlakór Eyjafjarðar fyrir tónleikana Vor Akureyri. Við ætlum aðeins að líta inn og heyra meira tónleikana. Tónleikarnir Vor Akureyri verða haldnir þann 21. apríl. Þar mun kórinn taka fyrir lög sem vinsæl voru í flutningi hljómsveita Ingimars og Finns Eydals í Sjallanum á Akureyri. Já, þetta bara verkefni sem við ákváðum í Karlakórnum að ráðast í, sem fjallar eins og fólk getur ímyndað sér tónlist hér á árum áður, Ingimars og Finns Eydals, hljómsveita þeirra. Og við erum að rekja söguna svolítið og setja þessa tónlist í nýjan búning eða í okkar búning. Kannski ekki hægt að segja nýjan búning endilega því að það ekkert nýtt undir sólinni. Það hafa mörg svona verkefni verið unnin áður. En þetta svona verkefni sem við ákváðum að ráðast í. Kórinn býr svo vel að hafa hljómsveit, þannig að það var auðvelt með það að gera. Og svo völdum við okkur listamenn til þess að vinna með, til þess að taka þetta í kannski nýjar áttir og Sara Blandón til dæmis með okkur. Og ég ákvað að setja hana í sporin hennar Erlu Stefánsdóttur. Hún ætlar að syngja þau lög. Og svo ætlar Helena að syngja sín lög. Og svo eru þarna hljómsveitameðlimir gamli hljómsveitameðlimir eins og Grímur Sigurðsson og fleiri, Árni og Billi, sem allir þekkja þessa sögu, þannig að það auðvelt að rifja hana upp. Hvernig ferlið að setja upp svona sýningu frá hugmynd? Já, það auðvitað dálítið flókið. Ég hef útsett fyrir kórinn, raddsett fyrir kórinn, meira og minna þetta efni. Það mjög skemmtilegt. Það þarf að gera það, af því við erum með kór sem svona miðjan á öllu saman. Svo þetta náttúrulega bara svona markaðsferli og allt sem tilheyrir því að setja upp tónleika í dag. Það ekkert einfalt mál. Við þurfum að fá áheyrendur og fjármagna og allt það sem þessu við kemur og setja okkur síðan inn í það efni náttúrulega sem við erum að fara að flytja. Hvernig var þetta? Og líka bara í hvaða nýjar áttir getum við hugsanlega farið með þetta efni. Það ekkert varið í það í sjálfu sér að fara að feta bara í fótsporin, heldur einhvern veginn leggja mark sitt á þetta líka með sínum sporum og nýjum áherslum. Það nú væntanlega mjög margir hér í kórnum sem þekkja þessa tónlist og tengja við hana. Hafa hlustað á hana í áratugi jafnvel. Algjörlega. Ég meina að þetta svona fyrir marga sem í kórnum, þá þetta náttúrulega bara, þeir muna þessa tíma frá því dönsuðu við þessa tónlist í Sjallanum. Og þetta tónlist sem þessi ballhefð í Sjallanum á sínum tíma bara svolítið skemmtilegt að rifja hana upp. Hvernig hefur verið að vinna að þessu verkefni? Það eru allir mjög kátir. Þetta bara tóm gleði, alveg frá upphafi til enda. Vonandi til enda. Það náttúrulega endaspretturinn hafinn og við förum að sjá hljóðfæralekarana og einsöngurana smátt og smátt koma inn og klára verkefnið með okkur. Þessi akureyriska tónlist og sjalla tónlist sem lifði hér í áraraðir og þetta bara tengir, ég held að þetta tengi alla akureyringa og nærsveitamenn við svona tónlist og já, þetta mjög gaman að hafa þetta. Og ég náttúrulega fór í fyrstu kynni mín að Sjallanum, þá fór ég á dansnámskeið til Akureyrar, ég nú úr sveit.
og þá var farið að dansa á sunnudagskvöldum eftir danskennsluna sko. Og síðan náttúrulega var maður í Sjallanum og tímabili kannski, já, hér vil flesta helgar, nei ég segi það nú ekki, ég var aldrei svo harður sko. En maður fór oft í Sjallan sko og flestir fóru í Sjallan til að dansa því þá var bara dansað og gríðarlega gaman sko. Þú dansaði við þessa tónlist þá? Já, þetta akkurat tónlisti sem við dansuðum við, en Stefán, hérna, hann dansaði minna því að hann var svo dýravörður en hann þurfti nú aldrei að henda mér út samt. Það var ekki það. En ég veit ekki hvað, hann var góður í dansinu, en hann svona heldur seinna á ferðinni heldur en ég í þessu, sko. Hann svona í lok tímabilsins. Sko. Ég náði nú lokonum að þessu. Já. Hvernig þá að fá taka þátt í að setja þessa tónlist svona í aðeins nýjan búning? Það bara frábært. Þetta alveg ótrúlega skemmtilegt. Við náttúrulega útsetjum þetta, eða kórstjórinn okkar fyrir okkur sem kór og svona ýmsu breytt og sett í svona skemmtilegan og léttan búning. Við erum svolítið þekktir fyrir það að vera svona á léttari nótunum sem gallakór sko. Þannig að þetta verður stórskemmtilegt. Hvernig að taka þátt í svona starfi eins og Karlakór Eyjafjarðar er? Það náttúrulega bara dásamlegt líf að vera í svona kór og syngja. Sko allir sem hafa gaman að syngja, það er svona lífsglatt fólk og hefur gaman á lífinu. Þetta bara félagsskapur, góður félagsskapur. Og svo þetta bara gott að koma svona í eitthvað annað. Þetta bara einhvern veginn léttir mann alla þegar maður búinn að kemur á æfingunni sko. Það bara eins og nýr maður. Einn félagi sagði einu sinni, hann nú ekki í kórnum núna, hann sagði svo kemst maður þó að heiman sko. Og það svolítið gott. En það já, þetta bara, maður hvílist bara á þessu, maður kemur endurnærður heim á kvöldin eftir þetta. En þetta smá vinna en bara gaman, það ekkert öðru sín. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.